Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík. Þáttinn þar sem við tölum málefni og við fólk sem ratar oft ekki í meginstraumsfjölmiðla. Í dag hún hjá mér, hún Berglind Berghraunsdóttir, öryrki, og hún formaður samtakanna Verndum veika og aldraða, ekki satt? Jú. Já, sælvertu. Blessar. Nú ég svona búin að vera að skoða samtökið þín ykkar á vefnum og Facebook og mér langaði aðeins að spyrja þig, Berglind, hvaðan þú ert að koma og svona hvers vegna þú ferð í þessa vegferð að vera með í þessum samtökum. Má ég spyrja þig svona persónulega pínu til að byrja með? Já. Ég fer í þetta af því að þegar pabbi minn veikist Alzheimer og hann fer á hjúkrunarheimili, saga mín byrjar þar, þó að það snerti hann ekki persónulega, að þá rekust við fjölskyldan á alla veggina sem hægt að finna, eða mest af þeim. Og ég vil meina það að það eigi ekki allir að þurfa uppgötva hjólið. Og það þurfi, sem sagt, leiðakerfi og að fólk þurfi að það þurfi að hafa einhvern sem getur leiðbeint í, sagt í hvaða réttindi þau eiga, hvað vikur geta búist og allt þetta, þannig að fólk þurfi ekki endilega að fá áfalli hvað skiptu eða þá að skýrsla þeirra lendi í botninum í skúffunni eða eitthvað slíks ef það eitthvað sem vantar upp á. Akkurat. Ef að fólk sem sagt að sækja hvíldarinnlög, sækja dagvist eða hvað sem það heitir, að það sé augljósara og það sé á hreinu hvað það sem fólk þarf að fá, þannig að kerfið hjálpi. Kerfið hjálpar engum í dag, þú lendir bara vegg. Svo ef þú skrifar upp á eitthvað sem einhver leiðbeinir þér með, að þá ert þú ábyrgur fyrir vitleysunni. Já, þannig að... Ef að Já, gjörðu þú svo. getur mist af réttindum út af því einu. Afsakið ég hverju. Sjálfsög. Þetta eru skrýtnir tímar. Já, þetta er bara kvef, þetta er ekki COVID. Þetta er bara kvef. Það er nú gott, það er fyrir öllu. Nei, já, þannig að það sem að þú svona ert svolítið að kalla eftir kannski þá að þú fáir eins konar leiðavísir bara þegar þú ert aðstandandi eða veikur að þú fáir aðstoðina beint og þú þurfir ekki að leita að því. Það er ekki það sem þú ert að fara. Ég nefnilega, af því að ég er með ADHD, ég er hægt að pilla það, að ég er með lesblindu og ég hugsa í myndum. Það er kostur stundum og galli stundum. En það sem ég sé fyrir mér er að, ég tek ekki í strætó, ég er aukabíl, en ég hef séð leiðakerfið í strætó. Ég sé dálítið fyrir mér mynd af því hvernig ég vildi hafa kerfið og þess vegna hef ég kallað dálítið eftir því að fá fagmenn í lið með okkur sem að geta hjálpa okkur félagsráðgjafa, lögfræðinga og hinn og þessa sem að geta leiðbeint okkur að kerfinu, gefa okkur upplýsingar hvað þú átt að gera ef þetta. Þannig að þú fær ekki að misfyrir réttindi þín. Já, akkurat. Þannig að þú myndir vilja setja sem sagt upp svona eins konar flæðirit. Þannig að ef þetta þá hérna og ef þetta þá svona. Þið vantar þessa þjónustu, hvað þetta að gera, hvaða gögn þetta að fá, hvernig þetta að gera þau. Af því að það er ekki allir sem hafa aðstandendur, eða allir sem hafa kannski tölvuglatt fólk sem er eitthvað kannski auðvelt með að finna upplýsingarnar. Það er ekkert sjálfgefið. Nei, ég sé líka fyrir mér að þetta myndi hjálpa fólki líka sem er ekki endilega með íslensku á móðumáli og hefur svo sem ekki sama aðgangakerfi og við. Já, þetta fyrir tungumálum, ekki spurning. Og líka þetta að fólk sem er með veikindi á bakinu, hvort sem það er einstæðir foreldrar eða aðrir sem hafa ekki mikið bakgrunn kannski, að það sé einhver sem hjálpi þér. En ekki það að þú þurfir að burðast með þetta ómögulegt veikindi. Þannig að kerfið sé ekki líka byrði. Fjárhagslega og annað, að þú fáir réttar upplýsingar í upphafi frá greiningu, þannig að þú getur lifa lífinu út frá réttindunum. Þannig að þú fáir að vita strax hvað það er svo átt rétt á og getur sniðið lífið af því. Þannig að þú þurfir ekki alltaf að vera byrði að þú þurfir að finna upp hjólið og laga hjólið eða bilar. Akkurat. Þannig að fá það þjónustu þú þarft og þurfir ekki endilega að leita af því það sé bent á hvað það er sem þú þarft að gera.
og það sem fylgst með þér. Þetta svo ekki neytendavænt og þetta svo ómanneskilegt kerfi. Já, maður þarf svolítið, og sérstaklega þegar maður gangi gegnum erfiða tíma, þá þarf maður svolítið eitthvað bara svolítið til að halda í höndin á manni, leiða manni gegnum þetta, sko. Þess vegna hef ég stundum talað að ég vildi gjarnan það væri stofnað embættið, hvað maður kalla, embætti, hvað þetta kallað? Þetta umboðsmaður veikra og aldraða. Já, akkurat. Ég vil ekki nefnilega takmarka mig við aldraða. Aldraðir ekkert einir. Það einstæðir foreldrar, það einstök börn, það svo margir í kerfinu sem þurfa hjálp. Akkurat. Þetta þú veist, við erum ekkert einangur bara við einhvern ákveðinn hóp. Nei, það er nefnilega málið. Sjúklingar yfirleitt. Umboðsmaður sjúklinga. Þeir þurfa á kerfinu að halda yfirleitt. Já, það hljómar rosa vel. Það svona, og manni finnst eiginlega bara svolítið skrítið að það sé ekki til, svona þegar maður pælir í því, sko, þegar þú segir þetta. Það er ekki virt, fólk þarf að leita við, að það einhvers staðar til í kerfinu, en það ekki að nota það. Akkurat. En mér langar aðeins að spyrja þig út í félagið, Samtökin verndum veika og aldraða, sem var stofnað núna í janúar þessu árið, ekki? Sko, við byrjum stofnfundinn í nóvember, 31. nóvember, en svo ákvað að hafa framhaldsfund að við vildum vanda okkur. Akkurat. Við vildum ekki, bara gera þetta með einhver hálfkáki til að hafa dagsetninguna rétta. Þannig að ákvaðum að hafa aftur fund eftir áramótin, og svo þetta skapt COVID og búið sér allt á hliðina. En svo já, sko á þessu tíma þá vorum við að semja lög. Já. Lög félagsins sem átti eftir að endurskoða og breyta og bæta eftir því sem að þörfin segir til Eitthvað sem við höfum lært á tímabilinu og þessu þarf að breyta og hinn þarf að breyta. Það er bara gert á næsta aðalfundi. Já. En þetta er svona, það er ekki hreftaluna. En sko... Ég langar að spyrja þig hvert er svona tilgangur og markmið félagsins, svona formlega? Hvernig virkist hann í... Sko, tilgangurinn og markmið er það eiginlega að hjálpa þeim sem eru í svona, í svona stofnanakrísu út af veikindum. Þeim sem eru, þurfa kannski hjálp á fundi, hjálp í viðtöl og þeim sem rata ekki kerfinu, því að þetta er mjög fáir að rata þar. En þetta er að breyta öllu og reyna, sko við viljum líka reyna að fylgjast með lagabreytingum og öðru. Já. Þannig að fólk sé uppfært lögin þegar það verða breytingar og mig langar persónulega til þess að fá fagmenn, eins og þá er ég að sko við erum öll fagmenn hvert á sinn hátt, en þeir sem hafa menntun í félagsráðgjöf, hjúkrun, sjúkraliða, lækna, lögfræðinga, þessir sem hafa menntunina og hafa kannski meiri reynslu, að þeir hjálpi okkur að búa til svona leiðakerfi. Já. Til þess að stytta leiðina og þannig að fólk sé ekki að sligast þegar loksins kemst að. Næ, ég skil þig. Og þú loksins kemst að í röðinni, sko, að þú sért ekki það búin að tapa erindina þegar þú búin að bíða svo lengi. Nei. Eða þá að þið vanti eitt skjal og þurfa að byrja upp á nýtt. Hlaupa milli stofnana. Þetta er óþolandi. Þannig að markmið félagsins er í raun að vera höndin sem leiðir fólki gegnum frumskóginn. Já, við erum stuðningskerfi, Já. Hjálpa fólki, leiðbeina fólki, við getum ekki tekið fólki af okkur, en við viljum reyna eins og við getum, að því við erum bara lítið félag, við erum rétt að fara í gang, að við viljum reyna að hjálpa fólki og styðja fólki sem er þannig úti. Já. Og, hvað maður að segja? Það er þetta margt sem ég gleyma að segja, sko. Það gerist alltaf. Já, þetta er sko, ein hugmyndin var líka svo að vera með fræðslufundi. Já. Sem ég finnst mjög gott. Til dæmis skipti kannski mín hugmynd, eða það sem mitt eftir helst í hug, sko, að fá félagsráðgjafa kannski á fund, þannig að fólk geti kannski undirbúa fyrirspurnir, fá svör, kannski fá lögfræðing á fund, og hann getur fengið fyrirspurnir og fólk getur komið og spurt. Eitthvað svona, það sem svona praktíska hluti. Já, akkurat. Eitthvað fræðslu er í jafnvel og eitthvað svoleiðis. Já, við, sko,
það vefsíða í vinnslu. Okay. En svo þetta COVID búið að setja allt á hold, þannig að það alltaf talsvert minni hraða heldur en það þyrfti að vera. Samfélagið svolítið hold. Já, þess vegna sko, þessi síða verður sko með þær hugmyndir sem við höfum, það þessi síða mjög góð, mjög vel sett upp. Og við viljum hafa þannig að sko, að þú finnir mjög fljótt að svo þetta leita af. Þannig að það sé ekki, sko, þurfi ekki að fara og gramsa út alla síður til að finna það svo þetta leita af. Þannig að, hvað segja, hjólið, svo að leita af, sé frekar augljóst. Akkurat. Svona hafi þetta svolítið vel aðgengilegt og svona hannað fyrir alla. Já, notendavænt. Akkurat. Þetta örugglega rosalega mikið af fagmannlegum orðum sem hægt að nota yfir þetta Já, ég ekki fagmaður. Aðgengilegt virkar. Þannig að ég bara, eins og segi, sko, ég bara mína reynslu og bara held ég hana og bara, þú veist, ég búin að rekast á þessu marga veggi. Já. Og búin að þurfa að horfa á miklu meira en ég vildi. Og sjá alls konar rugl í gangi sem að, þú veist, á ekki heima, á ekki vera. Mér langar til þess að til dæmis kennara utan, til að kenna fólki hvernig á umgangast heilabila til dæmis. Margt sem sér, sem bara hreinlega þekkingarleysi, kunnáttuleysi og fólk veit ekki betur. Gæti það, svo við hoppum hérna út í það, að ég gríp þetta, gæti það ekki líka stafa svolítið að því að það sífellt mannekla á flestum þessum stofnunum og að það ekki mikið af fagmenntuðu fólki endilega sem að vinna þarna inn á þessum stofnunum? Er þetta ekki... Það kemur inn í sko peningaliðurinn, lág laun og þú færð ekki fagfólk á lág launum. Nei. Það fyrir bara annað. En líka þetta sko, ef fólk veit ekki hvernig það á að bregðast við, það sem ég hef horft upp á til dæmis og þyrfti alls ekki að vera, að manneskjur fólk sem með heilabilun, það á það mjög gjarna til, það mjög undantekningarfrekar en hitt að fólk gerir það ekki, að fólk ráfi milli herbergja. Já. Það mjög algengt og það getur mjög þreytandi þegar fólk vill þá enga tíma inn í herbergi. Og í staðinn fyrir fólki farin í herbergi og rífi manneskjuna með valdi út úr herberginu, ég myndi ekki að segja að ég er brjálið að vera gert í mig. Og þó er kollin svona í þokkalegu lagi. En þetta, sko, við tókum upp á því þegar við sáum hvernig við farið að við hættum að biðja hjálp. Það ákvað bara sjálf, okkur líkar ekki hvernig þetta er gert, við gerum bara sjálf. Akkurat. Við fórum og leidum manneskjuna út úr herberginu og spjöllum bara við hann og þetta var ekkert mál. Nei, nákvæmlega. Engin togstreita, engin læti, engar stimpingar, þetta þarf ekki að vera svona. Nei, þetta hljómar rosa mikið eins og bara einfalt þekkingarleysi, sko. Já, þetta er bara spurning það að, sko, fara ekki 2 eða 3 eins og sé bara við að, þú veist, það var bara, mann blöskraði aðferðinar. Já. Þetta að leiða manneskjuna út að spjalla við hann leiðinni, ekkert mál. En það flestum tilfellum þetta fólk einfaldlega að leita sér félagsskap eða bara villist á milli herbergja. Já. Og ef það kannski 2, 3, 4 saman, þannig að það var iðulega sko við borðið hjá okkur, þá fylltist allt. Já. Af því að fólki sækir í félagsskap. Og það sækir í, ef það hlægir eða skríkt eða gaman hjá fólki verður að spjalla saman, þá vill fólki fara þangað. Af því það bara manneskjur. Og ef það tekið á þessu með hlýju, og sko mannekla, jú, það er mannekla, en mannekla á aldrei að leysa með lyfjum. Að lyfja fólk niður til þess að ráða við. Það finnst mér óþolandi. Og sko ef það er mannekla, þá er fólk ekki sjást með síma. Það er eitthvað síma, það gagnrýnir mikið. Þú átt ekki að vera með þinn enga síma inn á deild. Þinn enga sími á að vera fram í fataklefa. Akkurat. Það er sími inn á deild ef það þarf að ná í þig. Þannig að þetta er svona ákveðin hluti sem að mér finnst bara óforsvarlegt að skuli viðgangast. Ég er búin að sjá mörg slys verða út af símanotkun. Mörg slys á fólki, sko. Akkurat. Það náttúrulega gengur ekki, sko. Þetta er nú vandamál á fleiri stöðum í samfélaginu heldur en eingöngu á hjúkrunarheimilunum, sko. Já. En þetta er bara viðkominn hópur sem þarf athygli. Það sjálfsögðu, það er mikla athygli og mikla aðhlýningu og mikla hlýju.
get ég En myndað mér. maður ímyndar sér bara Sérstaklega maður núna í COVID, þegar það já, eru takmarkaðar heimsóknir og annað, þá allt í einu sko, þá þarf starfsfólki raunverulega að vera í hálfgerðu aðstandenda hlutverki líka. já. Þetta er eitthvað En sem það þarf að ekkert skoða, allir sem virkilega. eru til þess fallin að vinna þessa vinnu. Af því það eru Nei. margir sem hafa bara ekki þolinmæði eða hlýju til þess að gera það. Mhm. Margir sem eru yndislegir. Maður horfði á sumar perluna þannig sem maður vildi klóna þess. Já, Af því að það vantar fleiri. Fólk sem það vill náttúrulega. virkilega, þú veist, er ekki bara fyrir launaseilir, sko. Sem er nú ekki Nei, fýsilegur. nei, svo sannarlega ekki. Enda hefur við séð það í gegnum tíðina að það er alltaf umönnunarstörfin, þessi hefðbundnu kvennastörf sem eru náttúrulega verst launuð, sko. Já, Þrátt fyrir að þetta sé fólki sem hugsa börnin okkar og hugsa okkur í ellinni, sko. já. Það er merkilegt. Og það er þetta fólk sem bjóð til þess að við búum að. Mhm. Maður Nákvæmlega. finnst það fællega skýrt. Já. Svona launum við þeim. Þarna held ég að við þurfum að taka höndum saman og herja svolítið á þessa blessuðu ríkisstjórn og þá sem sitja í fjármálaráðuneytinu og annað að drullast til að setja peninga á þá staði sem að við viljum að peningarnir séu settir. Mér finnst stundum að það mætti, sko, þetta er þetta bara mín hugmynd, það er ekki í hug núna, að bjóða ráðherranum óundirbúið, algjörlega, þannig að enginn sé undirbúinn, bara liggur bara blind date, Já. bara með það inn á þessa staði, Mhm. og starfsfólki það er ekkert að vita fyrir bara kemur allt í einu, og leyfa maður að sjá hvernig staðan er í raun og veru. Það væri mjög. Sem er á sjúkrahúsin, að fara bara svona á blind date á staðina, Já. þannig að það sé ekkert hægt að fela, ekki hægt að spritta áður og það sé ekki hægt að undirbúa neitt. Þegar ég hef séð fólk koma á staðina, þá er alltaf búið að undirbúa svo vel, það er búið að þrífa allt og taka allt til og allt svona, þannig að það er ekkert í raun að gerast. Þú sérð ekkert raunveruleikann, þú sérð bara það sem að fólki vil sýna. Það er bara út í hött. Það er gæðað eftirliti á staðinn þegar það er ekkert að sjá. Mhm. Nei, akkurat. En svo við förum aftur aðeins að félaginu. Já. Þið eru með sem sagt Facebook-hóp, eða Facebook-síðu og svo eru þið með Facebook-hóp líka sem er lokaður, er það ekki? Jú, Facebook-síðan er dálítið óvirk, af því að ég ætla að nota hann ekki mikið þegar mitt ADHD gera verkum og ég horfi á það og ég bara, farin. En hópurinn er þarna, og hvað er svona, þú veist, ég var að skoða þetta eins og þetta eru fólk að segja sögur og bara að ræða saman og vera stuðningur í hvort annað, eða ekki? Það virðist vera svolítið svona. Sko, í rauninni ég og hún heitir Hilda og fleiri sem Svafa líka, við vorum nokkrar þannig sem vorum eiginlega sammála það fyrir, það sé ekki 2 ár, nei, 1,5 ár síðan, að okkur bara blöskraði kerfi, okkur blöskruðu þessi endalausu óhöpp og slys allstaðar, eða óhöpp og slys eða kærlausu slys með þöggun á öllu, eða eitthvað kom fyrir, að þá var það þaggað og þöggun sko, er alltaf vísbending á að það sé eitthvað að. Akkurat. Að því þú þarft ekki að taka niður það sem er í lagi. Og þannig var þessi síða til upphaflega, þessi hópur. Síðan þessi hópur er búinn að stækka helling. Já, ég sá það, það er 1600 manns eða ekki rúmlega í honum. Á 1,5 ári, sko, þetta er bara prívat hópur. Já. Það er ekki allir virkir, það er bara þess að það er. En þetta, sko, í svona stórum hópu þá getur maður ekki lofa trúnaði, af því það er þeir sem eru með einbeittar brotavilja, þeir gera það sem þeir vilja gera, þeir taka screenshot eða hvað sem er. En maður ætlast til þess að fólk virði það að síðan er lokuð af ástæðu. Að það er ætlast til þess að fólk getur tjáð sig án þess að þau hafa á hættu sko, að fá fjölskyldur í baki eða eitthvað annað, sko, að eitthvað slæmt gerist. Ég hef bent á það nokkur sinnum og það er kannski eftirlega komið fram að ef einhver vill koma með fyrirspurn eða koma með eitthvað mál án þess að koma fram undir nafni, þá er þetta að senda sérstaklega til mín bara erindið og ég kem því nafnlaust fram. Já, það er mjög sniðugt.
bara upp á það að ef að fólk í erfiðri stöðu og vill ekki segja til nafns eða koma með nákvæma lýsingu, en vill fá umræðu og vill svona aðeins fá öryggi, að þá þetta valkostur. Ég hef fengið nokkuð svona stæmi upp að fólk hafi viljað ræða við mig prívat án þess að það fari beint inn á síðuna. Bara til þess að fá lánaða dómgreind, ef hægt að fá lánaða dómgreind til mér. Já, fá lánaða dómgreind og bara stuðning, félagskap og þú veist, það oft það sem mann þarf bara. Segja hlutur upphátt. Sko. Já. Fá svona second opinion, sko, fá álit annars sem hlutlaus og kemur hvergi við sögu. En þetta, sko, já, þessi síða alltaf búin að sýna að fyrir löngu síðan það var þörf fyrir hana. Akkurat. Svo sannarlega. Það sko, því miður, mér finnst að umvelda skulur þörf fyrir svona að vernda gamla fólki og vernda sjúklingan yfirleitt. Skiptir ekki máli í rauninni þótt að hafa byrjað sem hugsun fyrir heilabilaða. Þá kom ég fljótt í ljós og það var miklu fleiri sem þurfti á þessu að halda. Má ég spyrja þig aðeins svona út í, ég googlaði þig áðan og var svona að lesa, þú varst að tala sem sagt Tryggingastofnun, Frumskóginn, þar erum við að tala að þar þurfum við að fá þetta fína flæðirit sem þú hefur talað Já. Hvað svona aðrir hlutir? Hefurðu einhverja reynslu af þjónustu borgarinnar, Reykjavíkurborgar í gegnum þetta eða? Já. Já. Hjúkrunarheimilin er rekin af borginni. Vissulega. Já. Og ég reyndi, oft en einu sinni, oft en tvisvar, að þá, sem sagt, yfirþjálfa, sérstaklega poppar við hausnum með núna. Ég reyndi að fá yfirþjálfa á staðnum, þar sem pabbi minn var, til þess að vinna með mér. Það vantaði ekki áhuga, en þegar þeir var komin á skrið, þá hætti þeir bara allt í einu fyrirvaralaust. Allir sem ég komst í eitthvað samband við og gat fara að vinna með mínu hugmyndir, þá var ég að meina sko með virkniverkefni sem ég er með í huganum og með slatt á því með pappa mínum og með fleira fólki leið og ég fekk einhvern að hlusta á mig og fekk einhvern að vinna með mér, þá hætti viðkomandi. Já. Var bara hann, hvað er þessi? Er hann veik? Nei, hann er hætt. Maður bara, what? Þarna held ég við séum aftur að koma inn á einmitt það að launin í þessum störfum eru náttúrulega bara svo lélega að starfsmannaveltan verður óhjákvæmilega mikil. En mér finnst samt að það grunnsalega tímasetningar maður bara, ég er greinilega ekki góð fyrir starfsmannaveltu. En þetta sko að ég sendi post á 2-3 manneskjur hjá borginni. Já. Í sambandi við virkniverkefni, svona kaupadæmi sem með og svundur og ýmislegt annað sem var með í huga og hluti með þessa verkefni sem kosti ekki einu sinni. Já. Sem er bara svona til þess að viðhalda getu fólks. Viðhalda gripi, viðhalda hérna og þessu. Og áhuginn var ekki meira svo, ég fikk ekki svar. Nei. Engin svör. Þetta er eitthvað sem mér fannst alveg bara neðan allar hellu sko. Ég er búin að vera í miklu sambandi við hana, Kolbrúnu Baldurs. Akkurat. Við erum ágætis vinkonur, rétt eins og ég og Sanna. Og við höfum verið að ræða þetta að það þarf að gera svo miklu meira og einfaldir hlutir eins og það verður með glæra bolla. Já. Einfaldir hlutir, svo glærbolli sýnir þannig að þú sér hvort það er eitthvað í bolla og hvort þetta hellir manneskjunni eða ekki. Ég er búin að stinga upp á þessu og engin svör. Engin áhugi. Hvítir diskar, í staðinn fyrir að vera kannski með litaða diska eða glæra diska, þannig að þú sjáu hvað er á diskinum. Ef það er hvítur diskur, það er kartöflur, fiskur, hvít sósa. Hvernig ætlar þessi mannski sem fann að missa sjón, sjáu hvað er í matinn? Nei, akkurat. Það er svona ákveðna lógíski hluti sem að þú veist, ég meina, við þurfum aðeins að setja okkur inn í þessi stöðu. Finna út hvað það er, hvernig upplifir manneskja þetta. Þetta er einmitt sko svona raunverulega, þú veist, þetta eru litli hlutir, en þetta eru hlutir sem skipta máli og þetta eru hlutir, daglegt líf, og þetta eru hlutir sem að þú kannski fattar ekkert endilega nema að þú sért annarkvort búin að upplifa sjálfur eða horfa upp á það hjá öðrum. Þarna er einmitt skortir borgina kannski eða hjúkrunarheimilin, svo tölum við þannig kannski, skortir þau bara þetta að tala við
fólkið sjálft, sko. Það virðist Það er oft vera... aðeins að vita hvað vandamálið. Hvað í gangi og meira rækja augun í eitt ef við fylgdust með því nokkur sinnum og ég var alltaf að fúl í hver skipti en ég veit ekki skipta með öðrum mínum. Þannig ég get ekki gert, þó mér var að þörstum gera þegja. Ég ekki gert að þegja við misbjöður. Það er mjög erfitt. Það er mjög erfitt. Þetta er sérstaklega ef fólki er varnarlaust. Það er bara, þegar fólk var ekki nógu fljótt að borða matinn sinn. Já. Það er ekki verið að hjálpa því endilega. Það er ekki byrjað því að hjálpa því að borða þannig að næða að borða hratt með matur verið geðslegur. Fita á mat er ekki geðsleg eftir 10 mínútur. Það var núna hörð og bara, ég myndi ekki borða það sjálf. Og það var matur bara tekinn af því. Þannig að ef þú varst ekki nógu fljótur að borða súpuna hérna, þá var bara tekinn. Ef þú varst ekki nógu fljótur að borða matinn af því að það var kannski hvítur og hvítur. Já. Matur á hvítum disk. Og sást ekki matinn eitthvað, þá bara tekið af þér. Mína maður spá ég hjálpa fólkinu, þetta er eitt af því sem gerist með Alzheimer-sjúklinga. Þeir missa getuna, bæði listina á matnum, þeir missa getuna til að vita hvernig á að borða. Akkurat. Hvað á að gera, og reyna að stinga hnífnum í súpuna eða þú veist, hvað á að gera. Í staðinn fyrir að setjast hjá þeim, auðvitað sumir sem gerðu það. Það er svona ýmislegt sem er þá sem að maður bara, halló, hugsa. Það skortir greinilega stundum svona, hvernig ég segja, bara svona manneskjulegheitin einhvern veginn, sko. Já, og bara viljan til þess að, þú veist, að hugsa, ég sagði stundum við starfsfólki, sko, hugsaðu fólkið á staðnum, eins og það væri mamma og pabbi eða einhver nákomið þér. Hvað viltu fyrir fólkið? Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki dagblað sem þú getur tekið úr rifið. Þetta er manneskja með sína sögu og þessar sögur sem koma alltaf með fólkinu inn á deildina þegar þú segir lífsöguna. Hún var ekki lesið einu sinni. Nú? Eitthvað voru þið það því? Það er málið. Við gerðum lífsöguna og pabbi minn, hann drakk alltaf svart kaffi, sterkt og heitt. Það var bara hann vildi það og ég margspyrnaði, vildu kaffið svart og heitt? Já. Hann gat svarað því. Nei, hann fekk kaffi með mjólk. Ég var svo fúl, ég var að segja af hverju ósum gefið hann kaffi með mjólk. Það er í sögunas. Kaffi með mjólk, hann drekkur það ekki. Hún er ekki mjólk í glas. Pabbi, ég hef aldrei séð pabba að drekka mjólk. Nei, akkurat. Það var vatn, kranavatn, ekki einu svona ískalt. Það er svona ákveðnir hluti sem er virðingarleysi við fólki, algjört. Já. Ég fór að kvart yfir þessu og það er hann drekkur þetta hjá okkur. Ég bara, come on. Það er lífssaga til þess að hjálpa til við samskipti. Akkurat. Til þess að auðvelda allt saman. Já. Þannig að fólki fái það sem það vill fá, hefur viljað fá, án þess að það þurfi að segja til að það getur það ekki. Þetta er svona ákveðnir hluti sem að, þú veist, út til þess að auðvelda samskipti og auðvelda það að viðhalda því að samskipta getur fólksins. Já. Þegar fólki hægt að geta sagt til hvaðan það kemur, þá kannski stendur á blaðinu Akureyri. Ókei, þá færði aftur tímann Akureyri fyrir 70 ára síðan, hvað var að gerast þá? Ég meina, þú veist, að þú hafir eitthvað að vinna með og notir það. Það er ekki nóg að hafa eitthvað að vinna með ef þú bara hendir í skúffuna og þú veist, það er enginn að sjá þetta. Nei, akkurat. En hérna, svona svo ég kannski fara að draga svolítið saman, hérna, félagið ykkar er opið öllum, er það ekki, sem að hafa áhuga á þessu málefni. Já, fleiri því betra. Má ég kannski spyrja hvort þú vitir hvað félagið telur marga meðlimi núna? Nei, nú mátti ekki spyrja því, það er mjög fáir. COVID er búið að skemma svo mikið. Akkurat, þið eru náttúrulega bara... Já, ég mátti alveg vita það er ekki margir. Nei, það er náttúrulega að fá svona skell á fyrsta starfsári getur ekki verið auðvelt, sko. Nei, þess að ég voru að þakka fyrir viðtölum það sem ég get fengið til þess að koma okkur á framfæri þannig að fólk vita að við erum lifandi, við erum ennþá á sama stað, við erum ennþá með sko sama verkefni í hugunum, við viljum ennþá sömu hlutina. Við erum með reynslu og þið getið aðstoðað. Við getum hjálpað, sko við erum kannski ekki með hjálp, við erum að fá aðra í lið með okkur, aðra sem vita meira, til þess að það sé hægt að hjálpa fólki og þurfi ekki allir að sitja í sama bollinu sko og koma sér upp úr. Akkurat. En hérna, það sem að, þú veist, þetta er, mér finnst þetta frábær hugmynd, þetta varandi svona flæðirit, þjónustu flæðirit sem að hérna gæti hjálpa fólki að rata í gegnum þessa frumskóga. Og Nú er þetta veikindi, sko. Já, og svo hérna þarf
þurfa hjúkrunarheimilin og borgin og fleiri að vera duglegir að hlusta á ábendingar, heyri ég líka. Já. En Af því það er hellingur hægt að gera, það kostar ekki mikið, það bara þarf að gera það. Já. Það er ekki nóg að gera það, það þarf að koma með framfæri og nýta það. Og ef eitthvað reynist vel á einum stað, þá náttúrulega sjálfsögðu að dreifa því áfram, sko. Já. Ég með þess að hafði samband við fangelsin, sko. Já. Það er að fá fangelsin í liðnæmi, sko, til þess að búa til þessi verkefni, þannig að þeir fengi vinnu. Já. Og hugmyndina sem ég væri með, sem mér finnst ógóð allir að sleppa með, þetta er ekkert endilega mína hugmyndir, Pinterest og hitt og þetta, ég er búin að tína hingað og þangað. Ég hef ekkert endilega hugmyndina, en það er ógóð allir að sleppa þeim. Já. Það er eitthvað sem að, þú veist, hægt að setja til dæmis töflu og setja skráargöt og hitt og þetta, skrúfur og dót til þess að fólk sem hefur unnið við það geti haldið áfram að nota getuna sína. Akkurat. Svona alls konar praktísk verkefni sem hægt er að búa til þannig að fólk haldi áfram að geta gert það sem það hefur gert. Akkurat. Sem er náttúrulega nauðsynlegt til að halda við bara bæði virkni og einhvern veginn svona áhuga og já. Vinna með áhuga á fólksins. Það er að byrja það, geta hann sterkust þar. Já. En Berglind, er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri sem að hefur ekki komið fram? Alveg hellingur. Hellingur. Nei, það er bara, þú veist, mér sárnar þegar að tækifæri fær til spillis. Og þegar að tækifæri sem að blasa við er ekki notuð og sérstaklega er það bara ekki áhuga á því. Það finnst mér ömurlegt. Það er ekki áhuga á því, þetta er fólk sem að, þú veist, sko pabbi hefði aldrei lifað þetta lengi á þessu stað nema að þegar fjölskylda var duglega að sinna honum. Einn bróðir minn hafa mjög duglega við það að koma með vídeó með hans áhugamálum og annar bróðir minn var duglega að lita með pabba. Mamma kom alltaf í hádeginu og hjálpa hann að borða og jafnvel fleira. Meira þess að einhvern veginn ætluðu að fara niður með annan mann, sko pabbi okkur í hjólastól, ætluðu að fara niður með annan mann og okkur á barnu. Ætluðu að fara niður og tónleika eitthvað með annan mann sem hefði mjög gaman tónlist. Nei, máttu það ekki. Nei, hann er ekki þinn aðstandi. Já, ætluðu bara að létta á deildinu og hjálpa til og gleðja kallinn. Já, akkurat. Það er svona ákveðin hluti sem er bara þrjóska, maður bara come on. Já, akkurat. En heyrðu, ég held að við bara höfum þetta ekki mikið lengra. Berglind, en ég vil koma inn á það. Það var ekkert alveg þar. Nei, akkurat. Það er líka gagnrýni hjá mér núna, en það var helling og svo er gert það gott líka. Það sjálfsögðu. Þannig að það sé ekki bara endalaust að gagnrýna og skammast. Endalaust neikvæðni. Það er metnaða fullt gott fólk alls staðar. Já. Og eins og segir perlu sem ég vildi klóna. Já, akkurat. Það mér fannst einmitt svona svo ég kom inn að mér fannst svolítið fallegt að lesa í sögunniðinni strákinn sem málaði konuna og gerði svo fína, sko. Já, það var einmitt að hugsa það. Já, það var falleg saga, sko. Já. Ég þakka þér kærlega fyrir að vera með mér hérna í dag og þetta eru samtökin Verndum veika og aldraða. Þið eruð á Facebook og fólk getur fundið ykkur þar. Já. Eins og og svo kemur vefsíða bráðum, vonandi. Já. Og ég þakka þér bara kærlega fyrir og ég fæ kannski að hafa samband við þið aftur ef að tilefnið er til og kannski þegar það kemur fína vefsíðan ykkar og fleira. Æðislegt bara, takk fyrir það. Já, þannig að ég segi þetta gott frá hinni Reykjavík í dag. Ég heiti Daníel Örn og við sjáumst bara aftur á þriðjudaginn. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Bless.